Já, við ætlum að ræða, hvað við segja, stöðuna í samfélaginu á dýrtíðartímum, þar sem að verðbólgan étur upp kaupmátt og brennir náttúrulega fyrst upp kaupgetu hinna sem eru með lægstu tekjurnar. Það er komin hingað fulltrúar ýmissa almannasamtaka. Sigríður Harpa Sigurðardóttir sem er formaður ÖBÍ. Er ekki hægt að vera öryrkjabandalagið? Já, ÖBÍ réttindasamtök. Réttindasamtök. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtökuna. Ekkert NS, bara Neytendasamtökuna. Bara Neytendasamtökin. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi. Akkurat. Og Laufey Líndal Ólafsdóttir, formaður PEP, samtaka fólks í fátækt. Verið velkomin. Við höfum verið að tala hérna í vikunni og svo sem oft við fólk úr verkefnishreyfingunni og hérna tónnin á þeim er eiginlega það sá að það sé komið að stjórnvöldum að koma með einhverja aðgerðir gagnvart dýrtíðinni, gagnvart kaupmáttaskerðingunni. Ef ég byrja á þér, þið hljótið að vera saman á því? Já, við erum algjörlega saman á því. En ég held að við þurfum að byrja á þeim hópum sem að verst standa í samfélaginu og reyna að koma þeim að betri stað heldur en þeir eru í dag. Það eru öryrkjar. Það eru öryrkjar, að mínu viti. Og hvað er hægt að gera þar? Er það hækka örorkubætur eða er það aðgerðir í húsnæðismálum, þessu stuðningskerfi, hækka barnabætur, það eru fátækustu börnir eru börn öryrkja? Já, algjörlega. Það er hægt að gera þetta allt. Og það þarf að gera þetta allt. Það þarf að hækka örorkulífeyrir, það þarf að hækka stuðningin í húsnæðiskerfi, það þarf að setja leigubremsu á leiguverð og það þarf að það er bara allt sem þú nefndir. Hækka barnabætur, öll stuðningskerfi þurfa að hækka í svona árferði. Já. Laufey, þú ert í félagi sem er málsvari hinna allra fátækustu. Hvað þarf að gera? Hvar er að byrja? Það er náttúrulega bara, þú veist, okkar fólk er bara að finna fyrir náttúrulega núna að það er allt orðið bara miklu dýrara og verður dýrara og dýrara. Náttúrulega leiga fyrir þau sem eru á frjálsum markaði er náttúrulega bara orðin fáránleg. Ég meina fólk sem er til dæmis á framfærslu sveitafélags eða örorkubótum eða bara fólk með mjög lán laun, fólk sem er í hlutastörfum og svo framvegis. Þú veist, leigan er náttúrulega bara komin fram úr þessum upphæðum, þannig að það, þú veist, bara liggur í augum úti að þetta gengur ekki upp. Og fólk verður með allan sinn pening til leigusalans og borða svo hjá hjálparsveitunum með samhjálp. Já, eða bara í lánin, húsnæðislánin. Það er fólk sem að tók lán fyrir einhvern 5 árum eða 4 árum. Já, örugglega sko. Það er náttúrulega okkar fólk mjög sjaldan í þeirri stöðu að geta fengið greiðslumat. Þú veist, og það sé einn og einn sem er náttúrulega að ströggla með það sko. En náttúrulega sem að aðskilur svolítið leigjendur og kaupendur er náttúrulega að leigjendur bara skilja ekkert eftir sig nema bara skuldir og afkomendur þurfa bara að hreinsa út íbúðinni sem að þú veist, þannig að þetta er svolítið svona þú veist, náttúrulega misskiptingin liggur svolítið þarna að miklu leyti. Svo var það náttúrulega þeir sem að fóru inn á tímabili lágra vaxta og tóku óvertryggð lán vegna þess að þar var greiðslubyrðin minni, að þau náttúrulega lentu í hryllilega í því og það er líklega, myndi maður halda fólki sem að var með svona rétt slappinn á húsnæðismarkaðinn til að losna út úr helvíti leigumarkaðins ungt fólk með börn og svo, þetta er bara sem bara brennir svo þessu. Já, svo er eitt svolítið mikilvægt í þessu samhengi varðandi leigumarkaðinn að samkvæmt skýrslu velferðarvaktarinnar sem að kom út 2019 en hún áður endar til yfir tíma sem var svolítið áður en kom 2019 og svo kom út önnur 2021 sem endurtókur rauninni sama stef og í fyrir skýrslunni þá kemur það í ljós að húsnæðiskostnaður, sérstaklega þeirra sem er á leigumarkaði, hann er óbærslega stór þáttur í fátækt fólks og það er að segja fátæktin, hún fjórfaldaðist þegar var búið að taka húsnæðiskostnaðin inn í, það var að segja fyrir húsnæðiskostnað eftir, þannig að
og þetta fyrir einhverjum 4-5 árum síðan og síðan þá hefur húsalega til dæmis frá því 2017 hefur hún hækkað næstu 50%. Þannig að sko þetta orðið miklu verra ástand heldur en að velferðarvaktin benti á fyrir nokkrum árum hvernig húsnæðiskostnaður hann rauninni sko býr til fátæktina vegna þess að sko það var tæplega 40% þeirra sem voru á leigumarkaði sem voru fátækir vegna þess að voru á leigumarkaði á meðan að sko þetta var ekki nema 7% fyrir húsnæðiskostnað. Þannig að sko það þessi kostnað sem að býr til fátæktina og þetta sérstaklega slæmt fyrir þá sem á lífeyri og sérstaklega slæmt líka fyrir þá sem á framfæri sveitarfélagana vegna þess að upphæðin til dæmis eins og hjá Reykjavíkurborg þar hefur upphæðin sem að fjárhagsstöðningur Reykjavíkurborgar hann hefur ekki hækkað í fyrra þó hann að gera það samkvæmt lögum hann 212.000 krónur ef hann hefði fyllt verðlagi frá þetta samþykkt í febrúar 2021 að hann verið 258.000 hann ennþá 212.000 krónur en á sama tíma hefur verðgildi til dæmis húsnæðisbóta dregið saman um 20%, það 19,5%. Þannig að kemur allt niður, sko, það með öll stuðningskerfin, þau ýta fólki út í fátækt. Og alveg þvert á markmið. Í svona rannsóknum sem hafa verið gerðar á fátækt, þá kemur fram að það eru svona 3 þættir sem eru helst ýta fólki í fátækt. Það eru öryrkjarnir, það eru leigjendurnir og nú horfum ég á Laufi bara að vera einstæði foreldrar. Já, einmitt. Þú ert einstæði foreldri. Já. Og þetta eru hóparnir sem og þetta náttúrulega sýnir að sko grunnkerfi samfélagsins er eitthvað til brostin að við hérna sjáum ekki nógu vel þá sem að missa getuna til þess að starfa. Já, ég held að það hafi nú bara brostið þarna 2007 og ég held að þessi 2008 og ég held að þetta við sem að horfa kannski var einhvern veginn fólk bara rétt úr kútnum fyrir einhverjum 4 árum en í dag held ég að við séum bara að horfa upp á aðra, hvað maður segja, kollsteypu þar sem að fullt af fólki lendir einhvern veginn svona út af og lendir þá jafnvel inn á örorku og vegna þess að það missir algjörlega fótana í lífinu að þeirra getur ekki borga reikningana sína eða sé sér sjálfum sér farborða eða á heimili. Já, linnulausa afkomu kvíði getur valdið örorku. Algjörlega, það sáum við bara hérna í kjölfar hrunsins og við erum búin að fara núna gegnum COVID og hérna fáum svona þetta beintunum COVID-ið. Þannig að ég held að þetta geti orðið mjög erfið staða og stjórnvöld, ég veit ekki alveg hérna á hvaða vegferð þau eru en þau eru allavega ekki sama báti og aðrir í dag held ég. Breki, hvernig lítur þetta út frá þér? Hvort hefur verið að það alltaf vera dýrara? Getur þú lækkað þetta? Nei, það væri fínt. Það meinu handtækin, en sko náttúrulega þessi stöðuga og mikla dýrtíð, þessi miklu verðbólgu tímar, þeir færa verðmæti í samfélaginu til á ósanngjarnan hátt og gjarnan frá þeir sem minna mega sín og til þeirra sem hafa ágætt. Við sjáum það að stýrivextirnir þeir eru ekkert hannaðir fyrir þá sem skulda ekki, þeir eru hannaðir fyrir þá sem skulda. Það er skuldara sem þurfa að bera þyngri byrðar. Og í baráttunum við verðbólguna, það er all byrðin lögð á skuldara til þess að með þessu stýrifræði. Nákvæmlega, og við sjáum þetta, ég held að þeir hópar sem hér eiga representanta eru ekki þeir sem eru taka tásumyndir á tenni. Það er ekki þeirra að lækka einkaneyslu eins og Seðlabankastjóri vill gera og við sjáum það sko meðan að í 6 mánuði í röð hefur verðbólga verið að lækka í Danmörku til að mynda þá er hann ennþá að hækka hér og eina ráðið sem við höfum er sko að líklega verður í 13. sinnið hækkaði stýrivextir. Ég lýsti því nú fyrir nokkrum vikum síðan að það að endurtaka sama hlutin og búast við nýrri niðurstöðu væri merki galskap og þetta er bara galskapur að gera þetta og við sjáum ekkert
ekki ráðist af vandanum. Vandin er að það skortir húsnæði og sá vandi verður náttúrulega ekkit leystur 1, 2 og 3. Þetta gerir þann verri vegna þess að vextina hækka sem eru færri sem hafa efnað að kaupa sem að leiði til þess að verktakarnir framleiða minna húsnæði. Já, og samkvæmt skýrslu BHM þá er arðsemi nýbygginga húsnæðis 95%. Þetta er náttúrulega alveg gali, sko. Nú þurfa almannasamtök að stíga fram og endurvekja eitthvað kerfi eins og verkamannabústaði á sínum tíma eða eitthvað slíkt, þannig að fullum ákafa. Því að svona augu allra beinasta stjórnvöld þurfa að gera eitthvað og nú eru þið í samtökum sem eiga oft erindi við stjórnvöld, eru bend á hitt og þetta. Og ég held ég að tala við öll ykkur það að hvað það getur gengið erfilega og mér fannst það eitt af því sem að Ragnar Þór og fleiri hafa verið að segja að það sé eitthvað skrítið við það að almenningur þurfa að sækja svona stífta stjórnvöldum til þess að þau stýri út frá hagsmunum almennings. Og ekki nóg með það, við þurfum að verja þann þó rétt sem við höfum nú þegar. Við sáum það til dæmis í COVID þegar átt að gera almenninga lánveitendum ferðaskrifstofa og taka frá okkur stjórnarskrárbundin rétt okkar. Það var alltaf í hennu fyrsta hugmyndur og fyrsta hugmyndin er alltaf vörpum byrðarnar af okkur á þá eða þau sem Og hver það okkur í þessu? Til dæmis þau sem hér Nei, ég segi að varpa byrðunum af okkur. Og við sjáum það sko að við þurfum að vera í sífelldri baráttu bara við að halda í horfinu sko. Alltaf vera að verja það sem og við höfum alltaf og víglínan færist eins og í ykkar tilfelli víglínan hefur færst svakalega frá hruni bara alltaf aftur og aftur djúpt inn fyrir hungurmörk. Já, svo er þetta ekkert einfalt eins og við þekkjum öll að vera andlag stjórnvalda og í svona stjórnvalda sem er svona treg til og vera svona oft á tíð bara veikburða almannasamtök sem er andlag stjórnvalda í svo gríðarlega stórum og mikilvægum málaflokkum og þeir leika sér ofta að því bara svona að halda þessum andlagi veikburða og sína mikla tregðu svo á móti þegar þau sína einhverja burði til þess að sækja fram. Þetta er náttúrulega þetta er svona útvatna siðferði að haga hlutunum svona sko. Ég bjó í Danmörku og þar voru mikið virðing fyrir svona samtökum og þau voru yfirleitt svona sérstaklega samtökum eru mikilvæg fyrir samfélagi. Þau voru ofta tíðum fjármögnu annarkvort í gegnum samfélagssjóði eða ríki Leigjendasamtökin og neytendasamtökin í Svíþjóð eru stolt Svíþjóð sko. Þeir eru að stæra sig að samfélaginu þá nefnaðu samtöku eins og ykkar. Já, og í Danmörku líka það sem ég bjó nú lengi að þar eru einmitt krafturinn í neytendasamtökunum þar kemur í gegnum beina styrki frá hinu opinbera og það er alveg rétt að almannasamtök eru bara jafn sterk eins og rauninni stjórnvöld vilja á hverjum tíma á hverjum stað akkurat. Og þau gætu verið miklu sterkari hér á landi ef það væri áhugi fyrir því. En samskipti við stjórnvöld, það var í gær Guðmundur Ingi Þóroddsson sem er formaður Afstöðu félags fanga hann sagði einhvern veginn ég vil ekki fara í ennett stýrihópinn ég bara vil það ekki sko. og þá spurði hann aðeins út í þetta og þá lýsir þessu þannig að hann situr með einhverjum starfsmönnum og ráðuneytunum og ýmsum stofnunum hann er eini sem er í sjálfboðaliðastarfið þarna á meðan að einir eru og ég spurði lítur þetta út bara eins og dagvist fólks sem að vinnur í ráðuneytunum og hann bara tók út það og hann sagði bara ég get ekki meiri í stýrihópa sko. Það verður að koma bara einhverja aðgerðir. Þið kannistu þetta? Já, kannistu þetta. Ég kannistu vel við þetta. Ég hlustaði á viðtalið til Guðmund og hann fer fyrir náttúrulega alveg stórmerkilegum samtökum sem að hann er búin að rífa upp. Og sýnir mikilvægi þess að svona hópar hafi rödd. Gríðarlega mikilvæg samtök en ég þekki þetta ástand sem að lýsir að sitja ólaunaður sjálfboðaliði kannski eini málsvarin í stórum hópi fyrir stórum hagsmunum og svo eru svona
einmitt fólk innan og ráðuneytunum, einhverjir hagfræðingar og lagfræðingar og svo kemur yfirleitt aldrei neitt úr þessu sko. Þetta alveg útvatnað þvílíkt á leiðinni sko. Já, við þekkjum þetta náttúrulega, við viljum efndir, ekki nefndir aðgerðir. Og þið þekkið þetta í PEP sem eru kannski fulltrúa fyrir það sem að allir stjórnmálamenn segja að sé eitthvað sem við verðum að útrýma. Já, sem er grimmasta fátæktin. Ég náttúrulega svo nýkomin Peppið var bara stofnað sér sjálfstæð samtök bara núna fyrir áramót. Þannig að það er ekki alveg komið reynsla á þetta fyrir hönd Pepp, en ég var áður formaður félagsins foreldra og það var fyrir það var bæði í kringum hrunið. Ég held minna að ég hef tekið við sem formaður 2006 og einmitt til 2010. Þannig að þetta, þú veist, ég einmitt upplifði það einmitt að sitja í svona nefndum og svona og alveg gríðarlega margir klukkutímar af frýri vinnu fyrir stjórnvöld og svo var skýrsla og allir klöppuðu og svo náttúrulega hefur ekkert frestað henni síðan sko. Þannig að ég þekki þetta mjög vel og líka bara þessi barningu fyrir sko fjármagni til þess að styðja skjólstæðinga, ríkis og sveitafélaga, en svo einhvern veginn kemur svo opaslega lítið tilbaka, það er alltaf bara brota af því sem að kostar að halda úti starfseminni sko. Ég man eftir einu sko, ég er að minnast núna þegar ég vann út í Danmörku á skipulægin þar, þá var verið að leggja hjólastígu gegnum eitthvað hverfi og það þurfti að fara í ægilega mikið samráð við íbúana og þetta myndi alltaf senka og gera allt þungt í vöfum og svona. Og það var eitthvað svona ungur sérfræðingur sem sagði það er algjör óþarfi að fara í þetta fjárhans samstarf og samráð. Við ráðum hvað sem er niðurstöðinni. Þetta er tónni sko, en þetta er náttúrulega, þeir fara þó í samráð en þeir ráða niðurstöðinni hvað sem er sko. Þetta er bara sýnda mér sko. Ég man þeir sem að enduristu leyendasamtökin, það voru endurist mörgursunum síðustu 100 ár stuttu til hrun. Þegar við vorum að tala við þau, þá var eiginlega ráðleggingi svo ekki láta draga ykkur inn í fundarherbyggin í ráðuneytunum. Því að þau höfðu farið þar í vonum að það væri eitthvað að marka það sem var að gera og komu eftir 3 ár tómhent út eða eiginlega það var ekkert gert til þess að styðja sjálfsögðar kröfur leiðenda. Og meiri segja, voru ýmsir hlutir gerðir verri frá því að samtökin voru stofnuð að þá var til dæmis börðustu fyrir því að lögin samvinnufélög, þannig að þetta einstaklingar getur hópað sér saman og byggt húsnæði sem var gert á 5., 7. og 7. og 8. áratugnum í gríðarlega miklu magni, að það var eitt af kröfum leyendasamtakana að lögunum eru einfaldað að stofna og reka og fjármagna þessi félög og lögunum var svo breytt, en lögunum var breytt þannig að það er ekki hægt að reka þessi félög. Á fyrstu þegar ég tók það óratíma fyrir það sem var prófuð eftir að lögin voru samþykkt að stofna og það tók tíma, en í 4 ár hefðum ekki tekist að fá nokkuð viljir hvorki fyrir lóði eða fjármagni vegna þess að það er skrifið eitthvað ákveðin inn í lögin að félögin þurfi að vera fjársterk og þurfi að geta keypt eigur af félagsmyndum og svoleið sem er hvergi annars staðar. Þannig að ekki sér gert ráð fyrir því að verði aldrei eftirspurn eftir ódýru leiguhúsnæði. Þurfur, kannast þú þetta svona það verið að draga ykkur til samráðs og þau verið með og svo komið kannski alltaf með lítið tilbaka og það er svona valkosturinn á ég að vinna með stjórnvöldum eða á ég bara að fara í andstöðu. Já, ég kannast mjög vel þetta og ég veit ekki hvað mörgum stýruhópum nefndum og ráðum við höfum setið og sérstaklega búið verið hún í vetur, alveg gríðarlega vinna hjá fötluðu fólki að sitja í alls konar hópum núna varandi innleiðingu á landsáætlun fyrir samning þjóðum réttindi fatlaðs fólks og þetta er ofsalega mikil vinna og náttúrulega flott og við auðvitað bara erum eins bjartsýn eins og við þorum að vera að þetta verði þá endanum eitthvað og ég held að þetta er svona kannski fyrsta skipti sem að maður leyfir sér að vona það en oft á tíðum kemur ekkert út úr því sem við erum að þessum hópum og við sitjum oft eftir með bara ef við náum einhverju fram og þá er það svo lítið og fyrir svo ofsalega mikið, hvað að segja, það er svo mikið afl og mikil kraftar
sem maður þarf til þess að ná fram svo litlu. Við erum alltaf einhvern veginn svona, þetta svo þungt, það eins og maður sé alltaf að synda í olíu eða einhverju álíka. Já, akkurat. Breki, þið hafið svona tekið svona afstöðu, farið í mál og þeir eru að reyna að vera svona reka eiginlega ykkar baráttu svona án þess að sogast inn í ykkur fundarherbyggi. Já, það er eiginlega... Þið eru ekki mikið að hringja bjöllunni á stjórnvöldum. Já, við höfum reynt að fara báðar leiðir, við höfum vakið athygli á því reglulega og bara eins og ég hljóma eins og Kató gamli þegar ég segi alltaf að neytendasamtökin á Íslandi séu einu neytendasamtökin á Norðurlöndum sem ekki njóta beinna ríkisstyrkja og en jú, við erum höfum farið í mál og með dyggri aðstoð verkalýðshreyfingarinnar bæði gegn smálarna óáreininni og síðan gegn bönkunum. Við teljum að vextir, breytilegi vextir bankana og reyndar lífeyrissjóðana líka út í það að farið, það séu ólöglegir eins og þeir eru eins og skilmálarnir eru og framkvæmt vaxtabreitingarna er. Hvorum megin í þeirri baráttu ríkisvaldið? Við vorum einmitt að bara fá í gær að fá greinargerðir í máli sem við rekum fyrir EFTA-dómstólnum og þar við höfum gert það áður, við erum með annað mál gegn Landsbankanum og þar var munnlegur málflutningur í mars, núna verður munnlegur málflutningur á næstu vikum væntanlega, en greinagerðirnar voru gerðar opinberar í gær og þá kemur fjármálaráðuneytið með greinagerð þar sem þeir leggjast á sveif með Landsbankan, með Íslandsbanka í þessi máli og segja að þetta sé bara eins og enskurinn myndi segja fine and dandy. Þeim séu nánast í sjálfsvald sett hvernig þeir hækka vexti séu lánin með breytilegum vöxtum. Það er svolítið annarlegt að almannavaldið sé ekki með almenningi. Nei, og þetta er náttúrulega, og framkvæmdavaldið náttúrulega, þetta er sko óskiljanlegt sér í lagi þar sem Neytendastofa hefur úrskurðað þetta ólöglegt. Að þarna er stjórnvaldsstofnunin Neytendastofa og áfrýjunarnefnd neytendamála líka sem er svona yfirnefnd þeirra hafa báðar úrskurðað svona vexti ólöglega og svo kemur fjármálaráðuneytið og í greinagerð ver þetta ástand og segir þetta rúmist vel víst innan ramma lagana og að lögin séu rétt innleidd með Evrópurétt og það er svo áhugavert að þetta gengur að því að bæði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og ESA, eftirlitsstofnun EFTA sendu líka inn greinagerðir þar sem báðar þessar stofnanir voru lögðust með okkur í lið en fjármálaráðuneytið á Íslandi er ósammála framkvæmdastjórn Evrópu og eftirlitsstofnun EFTA. Guðmundur, þú kannast við það að stjórnvöld standi ekki með fjöldanum, standi frekar með þrengri æskunum? Já, svo sannarlega. Og þetta er mjög undarlegt ástand að stjórnvöld velji það að eins og í tilfelli leigumarkaðarins velji það að lungin af ráðstöfurum fyrir leigjenda fari í hít leigusala frekar en að fara inn í hagkerfið og svona skapa störf og leigjendur neyti menningar og dagradvalar og ferðalaga. Þetta er mjög sérkennilegt afstaða og mér finnst alltaf svo erfitt að hugsa til þess að sjálfstæðisflokkurinn hugsanlega er svo flokkur sem verð þetta með sem mest þetta ástand með kjaft og klóm. Hinn stjórnarflokkarnir er að benda á hann og kenna honum Já, svona það hefur verið svona tónnir svolítið. Ég segi þetta bara. Já, en þetta er náttúrulega flokkur atvinnurekenda og þetta eru flokkur verslunar eigenda og maður myndi ætla að svona þeir sem eru í rekstri höfuðborgarsvæðinu myndu freka vilja það að leigjendur gætu komið hverju mánaðamót og tekið þátt í samneyslunni svolítið á svona svipuðum nótum eins og aðrir í staðin fyrir að þetta fari allt í vasan hjá Heiðari Guðjónssoni í sín eða Guðmundi Oddssoni hjá Logos og bara þess að styrkja stöðu þeirra á húsnæðismarkaði. Þetta er mjög sérkennileg afstaða að neita
leigjendum þetta réttmæta hlutdeild í ráðstöfunum fyrir sínu og þar með taka þátt í samfélaginu og þetta verður að skattfé eins og skot og eflir og skapa störf og allt það. Ég líka spurt marga hvernig SA getur verið á móti leigubremsu eða einhverjum svona aðgerðum vegna þess að þeir að semja laun og þeir fá láglauna fólki til sín sem gerir kröfur hærri laun vegna þess að það er svo stór hlutaður launum sem fara í leigu. Hvernig getur SA ekki sæst á aðgerði til þess að halda aftur og hækka leigu? Ég hef ekki fengið neitt til þess að svara þessu. Það er engin lógík í þessu. Það segja bara þessu trúarbrögð. Já, þetta er engin lógík í þessu, bara ekki nokkur og líka á samanskapi að verkalýðshreyfingin sjálf seti ekki þessar kröfur á oddinn að 50-60 manna starfslið sem er búin að vinna kröfugerð kannski í 2-3 ár innan þeirra vébanda nái svo að hluta til sínum kröfum fram við illan leik að svo komi bara matarsískin og hyrði það og gott betur á fyrstu vikunni að þá til einskis unnið með launahækkunum eða hækkun húsnæðisbóta? Nei, bara ekkert. Herðu, Ragnar var að tala að fólk þyrfti að fara mótmæla út á götu og það var hugmyndin var svo að ef að almenningur lætur ekki í sér heyra að þá stýra stjórnvöld í takt við ykkur aðra og þá þetta svona hugmyndum það að til þess að lýðræði virki að þá þarf almenningur að virka þáttöku í lýðræðinu. En í þessari lýsingu þegar hann var að tala um verkalýðshreyfinguna og þau geta bara náð vissu út úr kjarasamningum og svo eftir með þingið og lýðræðisvettvangin og svona, þá vantaði eiginlega frjálsu félagasamtökin í þessa hugmynd og þá er spurningin skiptir það bara máli fyrir lýðræði í samfélaginu að PEP eða leigjendasamtökin, við nefndum Afstöðu eða neytendasamtökin eða Öryrkjabandalagið séu bara öflug. Er þetta fjárfest ekki í góðu samfélagi að efla ykkar samtöku? Ég vona að þið svari ekki bara til þess að þið geti byggt upp höfustöður eitthvað staðar. Það er ég að meina að því að sumuleyti er það einkenni okkar samfélagi hvað þessi samtök. Við erum með ótrúlega sterka verkefnishreyfingu. Það er bara allir í verkefnishreyfingunni eiginlega en við erum með veik almannasamtök. Já, þetta er náttúrulega rosalega mikilvægt. Ég held að sé bara, ég meina, þú veist, þetta náttúrulega liggur allt svolítið hjá okkur og sem er svolítið sorglegt að því að við erum kannski fólk sem hefur ekkit endalausa tíma í sólarhringnum og náttúrulega margt af okkar fólki er bara búið að missa líka bara trúna á missa vonina. Já, bara og einhvern veginn þú veist, það þýðir aldrei að gera neitt, þýðir aldrei að kjósa, það kemur alltaf þú veist, sami grauturinn í sömu skálinni en þú veist, auðvitað er að gríðarlega mikilvægt og meina við höfum náttúrulega gríðarlegan mannafla í öllum svona samtökum. Við bara þurfum svolítið að taka höndum saman. Þannig að mér finnst þetta persónulega alveg frábær hugmynd bæði hjá Ragnari og líka bara þetta er náttúrulega hugmynd sem er sótt náttúrulega bara út í heim líka að svona almannasamtök taki höndum saman og gera eitthvað. Af því að náttúrulega augljóslega eins og við erum búin að vera að tala um stjórnvöld er ekki að hlusta. Það er einhvern veginn aðgerðirnar er alltaf, þú veist, við erum kannski að biðja um þetta og það er bara já, nei, við skulum gefa ykkur þetta í staðinn. Þú veist, og við búum náttúrulega bara í þessu grimma markaðshagkerfi og allt á einhvern veginn að vera á forsendum markaðarins og eins og er þetta alltaf einhvern veginn bara einhverjir handfylli af aðilum sem að græða á okkur og við erum einhvern veginn bara einhverjir svona endalausir þrælar og leiguliðar og megum ekki eiga neitt eða gera neitt. Mörgu þessi samtök eru komin mjög skammt á veg. Við nefndum Afstöðu sem er kannski 8 ára starf það sem er eiginlega bara að opna fyrir það að fangar hafi möguleikur rétt sem bara var ekki aldrei rætt í PEP hefur opnað umræðum fátækt og ég held að sé kannski 8 ára eitthvað lýsa sem að það var eitt kveikþáttur og það er svona einstaka viðtöl og leigjendur hafðu enga rödd ég tekka náði í RÚV að þangað til að tala við þig að þú liði eitthvað 3 ár frá því að tala við leigjenda í allri húsnæðiskreppunni RÚV hafi ekki talað við leigjandi í 3 ár Þú þekkir þetta líka að fá öryrkja til þess að bara hafa rödd þannig sem hlusta á það neytendur sluppu nú inn eftir með 1960 Já, 53 úr samtökin en að gangast við því að vera neytandi Já, nákvæmlega Það er kannski breiðari hópur Það var líka áhugavert, það var ekki fyrir að 60 og 2 þegar að John F. Kennedy segir að sé til neytendur þá allt í einu fór heimurinn að taka við sér og bekjanna neytendur sem einhvern hóp með einhvern réttindi sem ætti að hafa vald á móti framleiðendum
og það áhugavert að neytendabaráttan kemur eiginlega frá Bandaríkjunum þannig sko, þó að neytendasamtökin á Íslandi séu og í Skandinavíu séu eldri heldur en það. Ég held að sé mjög mikilvægt að svona samtök séu öflug vegna þess að þau eru mjög nálagt hagsmunum félagsmanna sinna og þau geta veitt alveg ótrúlega mikið fróðleik og greint stöðu síns hóps miklu frekar heldur en kannski verkalýðshreyfingin sem er með hópa innan sinna bjábata á allt öðrum forsendum heldur en svona sértæk hagsmunasamtök sem eru þá að atast í þessum sérhagsmunum sína félagsmanna. Það er mjög mikilvægt að þessi samtök séu öflug vegna þess að þau geta líka aðstoða stjórnvöld við að gera sínar áætlanir og sínar stefnur vel úr garði vegna þess að mjög erfitt fyrir til dæmis 28 ára gamlan hagfræðing inn í fjármálaráðuneytinu að koma með eitthvað svona innlegg inn í frumvarp sem á að tryggja öryrkjum aukin réttindi eða fátæku fólki eitthvað framgang í lífinu. Hann er ekki insýn inn í það hvernig það er að vera leigumarkaði. Nei, ég segi þess vegna er svo mikilvægt að þessi samtök séu öflug og það sé virkilega þeirra framlag sé tekið og metið að verðleikum en þetta sé ekki bara símta samtala og varandi markaðin það var kannski sög sé ef að ríktu svona hefðbundi markaðslögmál til að byrja með ekki bara það að markaðin ráði ekki öllu við eru bara ekki hefðbundi markaðslögmál í gangi það er fákeppni allstaðar og samningsstaða fólks er náttúrulega bara alveg ömuleg þó að það stangist hreinlega bara á við lög Þið voru nú með slagorð lengi og eru líklega ennþá ekkert okkur án okkar eða ekki ennþá Hvað snýst þetta að fólk sem ekki hefur innsýn inn í ykkar málefni sé ekki sífellt að taka ákvarðunum hvernig þið hafa það? Einmitt, þannig að við fáum að komum að borðinu og getum lagt til málana og það sé á okkur hlustað og tekið til greina þess að segjum það er kannski oftast þannig að það er ekki tekið til greina þess að við segjum þess að ennur staðan kannski eins og hún er í dag ekki góð og þannig að Eru þið í stjórn Tryggingastofnunar? Nei, við erum ekki í... Enginn frá ykkur? Nei, ekki sem ég. Og enginn aldraðu kannski heldur? Já, það er aldrei langt sem ég skoðaði hverjir væri stjórn. Finnst ykkur þetta eðlilegt til dæmis? Tryggingastofnunar er búin til fyrir öryrkja og aldraða, fyrst og fremst. Það er einhverjum smá maður að styrkir þarna? Já, þeir eru milli... Fyrst og fremst er þetta bara þjónusta við öryrkja og aldraða? Einmitt, þeir hafa milligöngu með meðlög líka og eitthvað fleira. Þetta er að breyta svolítið mikið, ég rak augun í það Er leigjandi í húsnæðisstofnun? Það er stór ég veit það ekki en að því að við kannski við erum að okkar vettfólkum að kíkja inn á þessu úrskurðarnefndir og svona og tók ég eftir að þegar til þess úrskurðarnefnd húsamála var sett á laginnar þá var gert ráð fyrir því að það væri fulltrúi leigjenda í úrskurðarnefndinni en því svo breytt fyrir einhverjum 10-14 ári síðan eitthvað slags þá nú er þetta bara staðið fyrir lögfræðingarna og hugsanlega einhvern matsmann en þannig að að það er meðvitað verið að eyða út áhrifum þeirra sem að búa við ástandið það er ekki vera að byrja okkur búndi og menn áttar sig ekki á því að það sé heppilegt heldur sjá þeir að það hefur verið gert áður taka meðvitað ákvörðum það er ekki gott að hafa eitthvað sem er nálagt ástandinu þekkir það einn skinni og býr kannski við það vera með í einhverju ákvarðantöku eða móta úrskurði þetta er mjög sérstakt En á hverju heldur það sé er það að því að þeir óttast að leigjandi myndi sveigja þetta eitthvað ef það væri öryrki í stjórn Tryggingastofnunar myndi bara ausa peningunum til öryrkina þetta snýst ekki það snýst ekki frekar að bara fólk hafi eitthvað innsýn inn í það málaflokka sem er að fjalla Er það ekki hugmyndin? Það er hugmyndin, það er bara þannig En það er litið á þetta eins og það sé ógn af því Já, það er allavega verið þessar rættir ekki vera eiga mikið upp á pallborðið og einhvern veginn vera ítt út og það er margt sem gerst það kannski bak við tjöldin sem að maður einhvern veginn áttar sig ekki á fyrir löngu seinna við erum að skoða alls konar lög og reglugerðir og það er ýmislegt sem það þarf alveg
passa það sem að kemur inn sko, og bera það sama við gömlu lögin og sjá hvort eitthvað annað hafi svo bara dottið út óvart. Maður lendir í því stundum. Ég held líka stundum og ég held að líka stundum í svona samstæðan þá sko séum að sko til óþæginda þó að sko niðurstaðan kannski svo sama að sérfræðingarnir taka þessu ákvörðun þeir ráðu svo hvað sem en þá bara leiðist þeim þetta að vera með eitthvað sem að benda að þetta sé nú ekki rétt látt og að þetta sé ekki rétt að gera þetta svona, það var ekki beðum þetta svona og ég tók eftir þessu þegar ég satt í þessum samráðshópi leigumarkaðinn að við vorum 23, ég var eini leigjandinn og hann var fullur af allra leigufélagana og fundarstjórum var leigjandi og makinn leigusali, fundarstjórum var leigusali maki hans var í stjórn Heimavalla og ég var sífellt svona að grípa fram í og tala hagsmuni leigjenda og þetta þótti bara til óþæginda, þetta truflaði flæðið á fundinum það var svona kváði yfir þessu og andvarpað og svo reynilega bara stoppar af og bara tímið þenni búin Guðmundur og þannig að sko þetta var til óþæginda því niðurstaðan var fyrirfram gefin sko. Það voru svona partypúper. Já, svona þetta var til, En nú ég veitnaði á það í kannanir sem hafa sýnt að það sem ítir fólki helst út í fátækt eru öryrki og sömlítið held ég að sé hægt að segja það sé að stefna stjórnvalda frá hruni að skerða kjör öryrkja. Ég held að sé hægt að bara segja það. Já, ég held að það sé bara ég held að sé ekki vegna þess að vissi ekki af því eða eitthvað. Ég held að það sé bara stefna og maður heyri það svolítið í hvernig stjórnmálamenn tala að það sé eiginlega hættulegt að kjöri sér og góð þá bara fjölgi öryrkjum, alls konar hugmyndir. Þá það bara ávísun að það að öryrkjum fjölgar og þeir hafa það svo gott og svo þetta ósangjant gagnvart því fólki sem lagst í launum ef öryrkjaskildinu vera á svipum launum og lágmarkslaun það nú bara alls ekki nógu gott það þarf að örugglega vera eitthvað lægri og það þannig auðvitað en þann dag í dag og þannig að En heldur það sé krafa frá fólkinu á láglaununum? Það sé krafa hjá strætisvagnsbílstjórunum að öryrkja sem kemur í strætó sig að lægla laun? Nei, ég held að það sé ekki þannig Það sé bara stjórnmálamenn sem búið þetta til og ég held að það gerir sér allir grein fyrir því að enginn sem að á lægstu launum hefur það gott hvað það heldur fólk sem að býr við ýmiss konar fallanir og getur ekki farið og ná sér í auka sportslu næsta vegna þess að það kostar þá missur við bara eitthvað af örorkulífeyrinum þínum eða missur eitthvað réttindi þannig að og þetta náttúrulega hefur maður verið að benda á og svo ótrúlega furðulegt að núna þegar stjórnvöld að hamast við að svona íta því að falla fólk eigi að hafa tækifæri til að fara út á vinnumarkaðinu svona sem reynda bara mjög gott að margir sem að 50% sem telja sig hafa einhverja vinnugetu og vilja taka þátt í samfélaginu og vilja fara á vinnumarkaðin að leið sko það hækkuð frítíkumarkið hækkað en það skildar eftir skerðingarnar þannig að ef þú ert með framfærslu upp og þá er hún að byrja á því að borga hana niður áður og ferða að fá eitthvað í vasan og vinnur frítt marga fyrstu klukkutíma Já, ég menn þannig að þeir sem að hafa eitthvað þetta getur verið gott fyrir þá sem einhverstaðar yfir 100.000 krónum í tekjur en fyrir þá sem eru undir þeim af því þeir eru að vinna bara 20-30% að það færði ekki til vasan þannig að þetta er rosalega, þetta vinnur gegn sér og það er rosalega erfitt að reyna að fá menn til að taka bara þessa skerðingu út þetta var nú kallu krónum út í krónu skerðingin fyrir nokkrum árum og þá hafðist nú að þetta var 65 eurar á fengur 35 afslátt þannig að síðan þá hefur bara ekki verið hægt að þoka þessu niður og þetta eitthvað svona tæki Ég held að öryrkjar hafi verið að berjast við svona hálfgert ofurefli frá hrunni út af þessu, það sé bara komin stefna stjórnvalda að halda kjörum öryrkja niðri en það sem að því að hinnir hópandi voru einstæði foreldrar og leigjendur og þá vil ég spyrja, er það ástæði fyrir því að þessir hópar falla frekar niður í fátækt að samtök þeirra hafi ekki verið nógu öflug? Já, þau hafa minnst okkursti ekki geta náð
þeim árangri sem að stemt var að, þannig að auðvitað hafa þau. Ég ekki að saka ykkur að vera ekki nú öflug, þetta bara 1-8 ár síðan að vera endurist. Nei, en að sjálfsögðu þó að samtökin sem að þessi samtök sem stofnum 2013 og störfuðu með mjög miklu krafti hérna framöndu 2020 að þau unnu vel í sínum þessum málum öllum, en þetta var allt sjálfboðalega starf og fólk sem var að reyna sitt besta, en auðvitað ef að þetta hefði verið svona kerfi í kringum þetta og það var burði til þess að fylgja þessu eftir og hugsanlega kalla eftir sérfræða aðstóð og alls konar aðstóð, það var náttúrulega ekki orðið meira ágengt, en fókusin á þessum tíma, Guðmundur, var svolítið að breyta húsnæðiskerfinu, að búa til leigufélög, að búa til einhvers staðar sem að væri hægt að sleppa inn í sómasamlegt kerfi, frekar heldur svona hagsmuna barátta fyrir leigjendur. Já, það er skrifað. Það var meiri áhersla lögð á svona kerfisbreytingar húsnæðismarkaði þessu tíma. Já, það er skrifað inn, menn maður sér þetta sumstaðar í svona löggjöf að það er gert ráð fyrir því að sé heilbrigður leigumarkaður það er mér að tala að heimildir ráðherra til að lækka leiguverð bara sjálfur, bara heimild ráðherrans að allt húsnæði sem hefur fengið húsnæðisjóðslán eða stofnframlög, að þar geti ráðherran lækka leiguverð. Það er skrifað með þess að bara inn í lögin þessa sjóði. Þannig að það er gert ráð fyrir því að myndi skapast svona eðlilegu leigumarkaður, og þegar var líka svona í og með orðræðan þegar það var verið að selja þessa eigur allar á íbúðarlánasjóði, þá fylgdu þeim lán sem að skildu kaupendur til þess að reka leigueiningar óhagnaðardrifið, sem að við vitum náttúrulega þeir losuðu sér bara strax undan eins og lánum, leið og fasteignar verið hækkaði smá, þá selduðu bara 10% á eignunum og borguðu lánin niður og svo veitum við hvernig sagan hefur þróast og meiri sér á þeim tíma sem að þeir voru undir þessu lánum, að þá voru heimavellir til dæmis, með minnir að þeir voru með 9 kennitölur og ein kennindalan hún rukkaði þjónustugjöld bara inn í kennitölum sem áttu eignirnar, það var aldrei borgað út arður og það var þessi óhagnaðardrifinn rekstur, en þau borguðu þannig eitt árið manni eftir frétt 450 milljónir í þjónustugjöld, þannig skóplegur út úr smarði, þannig að það verður ekkert þessi gengi eftir. En trúir því, Guðmundur, að ef leigjendasamtökin eflast að þá muni kjör leigjenda batna? Já, 100%. Við sjáum það bara allstaðar þar sem eru sterk leigjendasamtök í Þýskalandi og Austurríki og í Skandinavíu. Það er sterk samfylgni á milli þess að séu sterk samtök leigjenda og að aðstæður þeirra séu góðar. Það er bara 100% samfylgni á milli. Leifur, heldur að einstæði foreldrar geti bætt kjörsinn með því að endurreisa samtök félagi einstæðra foreldra og fara út í hagsmunabaráttu? Já, nú var ég, eins og ég sagði hann, formaður í 4 ár og þegar ég tek við á sínum tíma þá unnum við mjög markvisst að því að gera félagi sýnilegt og allt þetta og ég er óbærslega auðvitað það hefur áhrif og líka bara taka þátt í umræðinni, en ég held líka að lykillinn, ekki bara það, þetta er mikilvægt, en ég held líka að það sé mjög mikilvægt að samtök standi saman, af því að það eru náttúrulega gríðarlega margir sem eru einstæði foreldrar á leigumarkaði, þau eru öryrkjar, við erum öll neytendur til dæmis, þannig að ég held að það sé svona svolítið mikilvægt einmitt, að þessi svona samtakamáttur félagasamtaka þar að auki, og við líka eldri félag geti verið svona eitthvað skjól fyrir yngri að kveikna. Já, og líka svolítið að við hjálpum stað, okkur eru oft svolítið stilt upp gegn hvort öðru, af því að það eru samkeppni styrki og eitthvað, alls konar svona kjaftaði, við talaðum aðan markaðshagkerfi og þetta er svona hluta því, en en ég vil sjá miklu meiri samstöðu á milli samtaka og við hjálpum hvort öðru og svona síðan svolítið, gefum hvort öðru bæði skjól og líka bara samstöðu. Það er eitt í þessu samhengi sem er mjög merkilegt, bara fyrir rúmum viku síðan, þá voru niður í Sigtúni, þar sem voru dansk svona, hvað heit þetta, think tank, og fulltrúi danskrar stofnunar sem er hluta til borguð af danska ríkinu, sem heitir Dansk Center for Social Volunteer Work, og það er stofnun sem er borguð hluta til af félagsamtökum og svo hluta til af ríkinu, sem heldur út svona miðstöð
fyrir þjónustu við félagsamtök og þetta í öllum öðrum norrænu ríkjunum nema á Íslandi það sem bara miðlæg þjónusta við félagsamtök í hagsmunabaráttu. Og menn bara svona fundarherbyggi og ljósutunar og þetta dót? Nei, það bara starfsfólk og sérfræðingar og svona lögfræðingur, þeir getur deilt lögfræðing og Já, ég hef ekki og aðstofa hugsanlega geta fundið einhverja samsvörun og aðstof einmitt við það sem að Laufey að tala að efla samstarf þessara samtaka sem eru kannski að fara fram með kröfur fyrir svipaða hópa eða svipaða kröfur sem að fara þess að hópa kröfur og svona. Mér finnst þetta mjög merkilegt, þetta allstaðar í Noregi, Finnlandi, Danmörk og Svíþjóð eru svona stofnanir sem að halda utanum og aðstoða félagsamtök en ekki hér. Breki, nú kemur erfið spurning. Heldurðu að ef að öflug neytendasamtök geti haldið aftur á okri? Algjörlega, já, sko, ég held að það var ekki erfið spurning. Nei, þetta er mjög einfalt spurning bara, þetta labba inn í hárgreiðslustofu og spyrja hvað það er í klippingu og svo er já hvernig sem, nei, og Nei, ég held að það er saminginn á milli. Algjörlega, og við sjáum það bara að í þeim löndum sem við byrjum okkur gætna saman við það sem eru sterk neytendasamtök, þar er rödd þeirra ekki bara hlustað á það heldur líka farið að ráðum með þeirra í mörgu og við sjáum það nú að sko stundum finnst mér þetta sko vera okkur fara aftur og sé eitt skref aftur á bak en það eru líka skref áfram og sem dæmi þá þegar við töluðum ferðaskrifstofurnar í COVID að því slæma frumvarpi var hrundið og þar stóðum við í lappirnar og við erum núna að standa á móti bönkunum í þessum ósanngjörnu vaxtabreitingum þeirra og við vonum og við höfum fáum aðstoð frá Evrópusambandinu og frá eftirlitsstofnun EFTA þó við fáum ekki frá fjármálaráðuneytinu og þannig að jú, við sjáum árangur og þar sem neytendasamtök eru sterk, þar eru neytendamál í góðu horfi. Við sjáum til þess í Noregi þar sem ríki borgar að fullu þeirra samtök, bara 100% af þeirra kostnaðir greiddar af ríkinu að sko þar hafa þau meira tóm og tæki til þess að fara í mál við stórfyrirtæki eins og Google, eins og Grindr, eins og Facebook og hafa haft þau undir meira Það er líka því við erum báðir í Danmörku og kannast við þessa sterku neytendamenningu að bara sko ríkisfjölmiðlarnir þar þeir halda úti með þegar ég var úti þá voru sko 3 klukkutíma þættir á 2 ásum í vikuna sem fjallum bara málum neytenda og það sem var farið sko þetta voru svona eins og stór kveikstáttur sem við fáum einu svona ári það var bara 3 viku Varðandi mikilvægi samtaka, ég verið að reyna að samfæra Guðmund það að eftir endurvist neytendasamtakana þá fyrir þann tíma þá lágu húsnæðisbætunar fara flatar, það hefði ekki verið verðbættar í 3 ár eftir að þau voru endurvist þau verið þrívegis verið hækkað og ef maður tekur sko fjölda þeirra sem að fá leigubætur þá má ætla þessi svona 1,8 milljarðar sem að hafa verið til en út af því að neytendur fengur rödd en þið hafið unnið marga sigra meðan annars man ég eftir máli þar sem að þið háðuð fyrir fólk sem hafi búið erlendis og var að sækja hafi verið svikið að tryggingastofnun síðast ég spurði að þessu að þá hafið ekkert fengið peningin fólki sem að vann málið Jú, það er komið núna og ég held að það sem að kannski maður er svíður svona þegar maður er svona mál þar sem að ríki er eiginlega uppvist af því að eiginlega bara svindla á fólki að það hefur bara rétt á því að borga bara 4 ár aftur tíma það er kannski búið að taka af fólki í 10 ár og en borga svo bara tilbaka 4 ár og það er ótrúlega skrítið að upplifa það en að því vorum að tala þessa heild áðan og er Peppið og félag einstæðara foreldra hluta því og leigjendasamtök og neytendasamtök og réttindasamtök og allt þetta þá er þetta samt sko
þá þetta svo samofið verkalýðs stéttarfélög og það svo skrítið að einhvern veginn að vera ekki einhvern veginn hluti af við sem hreinlega ekki hluti af þeirra. Já, bara hreinlega hluti af ASI kannski við erum ykkur vegna. Af því við erum fólki sem að ég meina fullt af öryrkjum hafa verið á vinnumarkaði og á vinnumarkaði. Þannig við bara vera á þingi ASI. En er ekki samt mikilvægt fyrir verkalýðshreyfinguna að það sé ykkur sem að berjast fyrir leiguverkunum fyrir þeim sem að hrekjast að vinnumarkaði. Þau ættu líka að berjast þetta þeirra fólk líka verkalýðshreyfingunum til varnar að þau hafa stutt neytendasamtökin tekilega eins og við leiðindasamtökin tíðina og Við erum komin í aðeins húsið ekki? Já, við leiðum af þeim húsnæði á góðu verði og þannig að á samt geðhjálp við erum saman og landvernd var þar áður og það er eins og að því við erum að tala um svona samlegðina að því að vera saman það hefur skapað mjög mörg bara verkefni, sameiginlega verkefni spjallið yfir kaffibollunum eins og maður þekkir og kannski er þetta aldrei óvægin kannski vill maður bara fá meira og betra. Það er náttúrulega sérstaklega með öryrkjana ef þú ert að vinna einhver störf í einhver verkefnisfélagi og svo út af vinnu þrælkuna þá ertu öryrki 55 ára að þá eru bara vísa á félaginu og það er alltaf félagið hægt að vera þinn málsvari. Þetta er náttúrulega ekki alveg í lagi sko. Mér finnst þetta aldrei sérstært sko. Maður geti alveg hugsað sér sko að svona, nú hef ég ekki setið aðeins í þing og ég veit ekki nákvæmlega hvað svona erindi er á svona þingum en maður geti séð það fyrir sér að það væri svona þing eða vettfangur fyrir sko þessu hagsmunasamtök almennings ásamt verkalýðshreyfingunni að koma saman og móta einhverja heildar svona stefnu eða kröfu eitthvað stjórnvöldum. Ég heyrði það reyndar frá verkalýðshreyfingunni að þeim vantaði rödd leigjenda vegna þess að þau eru náttúrulega ekki málsvari leigjenda en þeim vantar að geta stutt svona hreyfingu vegna þess að mikið af fólki, launafólki er náttúrulega leigjendur en þau geta ekki verið málsvari leigjenda vegna þess að það er ekki nema hluta þeirra félagsbyrjum en þeir vantar svona samtök til þess að styðja. Ég er svo gamall að ég man þegar Jómfrú Pálmöldu og félagar stofnuðu leigjendasamtökin 1978 eða 79 þá var það gert með mjög myndarlegu fjárhagslegu stuðningi frá verkalýðshreyfingunni. Ég held að það er ekki við seinni tilvinnur. Við hefum fengið styrki frá svona fyrir ákveðin verkefni frá ASI og VFR og náttúrulega fikk mikil móralskan stuðning og þessi hreyfingin við gefið okkur umboð til þess að vegna þess að við heyrðum þennan tón frá stjórnvöldum að þeir fóru allt í að tala réttmætt samtök leigjenda þegar var verið að tala samtök leigjenda að því að sko það var birtist sem var með svona einhverju burði til þess að sneiða hjá þessum samtökum sem þó hafa verið til í 10 ár. Og marga félagsmenn. Og með hátt í 2000 félagsmenn og vaxið hratt. En þetta með að almannasamtökin vinni saman, þeir eru svolítið á því. Algjörlega. Þessi bara... Og að kannski að það sé hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að vera svona gæsamamman, eða hvað? Ekkert frekar? Ekkert frekar, sko. Ég held að við höfum nú átt í samtali og þó kannski hafa ekkert formgerst eitthvað formlegt samtal eitthvað formlegt samstarf segi þó að samtalið átti stað en ég held að það þessi bara tækifæri til þess að efla það og það eru samlegð eins og ég segi sko í mörgu og hugmyndir kvikna yfir kaffibollanum sko. Ég held að þetta verður bara mjög mikil styrkur. Ég held að það sé náttúrulega líka það að náttúrulega stéttarfélögin þau eiga einhverja peninga en félagasamtök náttúrulega oftast eru bara svolítið á nippinu sko. Það er náttúrulega hefur formgerst þannig að það er sáttum það í samfélaginu nema kannski á ysta hægrin í sjálfstæðisflokknum að 0,7% launum renna til verkefnisfélaga til þess að þau geti haft skipulega starfsbaráttu vegna þess að valdahlutfallið er svo óeðlilegt það sem að sá sem að veitir rétti launaumslagið, hann hefur svo afgerandi völd gagnvart þeim sem er að semja þess að þetta var betra að þessi heildir sem að semji og þá spurning hvort það væri kannski snjallt að ég sé ekki 0,7% af öllum virðisauka
skildu eða 0,7% allir leigu eða eitthvað annað slíkt, hvort að það mætti ekki nota þetta, því ef við myndum horfa yfir kannski 700 ár, að þá er þetta velukkað form til þess að eiga við þetta ójafnvægi. Ég held að þessi engi sem að segja, nei, verkalýðshreyfingin er alveg mislukkað fyrirbrigði og sleppur því. Það þetta vera mjög utanlega þarna í ákveðnu flokki til þess að koma það inn þessu. Það okkur má ekki bara fleita þessu yfir á fleiri form. Þeir sem er að gríma við tryggingafélögin, þeir sem er að gríma við bankana, okkur viðurkennum ekki bara þetta ótrúlega valda ójafvægi sem er þarna og styrkjum það valda litla. Þá ætti það hugsanlega bara hluta við iðgjöldum tryggingafélagana að fara til neytendasamtakana. Og það hefur oft verið gert bara ímis verkefnir í fjármögnum gegn svona bara ofanflóðasjóða til dæmis. Það var bara sett eitthvað svona ákveðið hlutfall af fasteignarsköttunum sem að fóru í þetta sérstaka verkefni og þetta er þekkt módel og þetta ætti að gera þetta svona staðin fyrir að menn þurfa að fara på umferðir einu svona ári eða mörgur svona ári og kríu út einhverja milljón fyrir samtök sem eru kannski með 40.000 aðila sem eru í hagsmunagæslu fyrir svo mikið stóra hóp. Það er þjónustu samninga við ríkið sem hefur oft reynst samtökum dýrkeypt af því að ríkið er þú veit þetta það getur verið hættulegt því að það var að fyrir félagsgjöld byrja að greiða niður þjónustu sem ríkið er að kaupa. Við gerum þetta í ára raðir. Hvað var þar, við erum með lægjandi aðstoð sem við höfum haldið úti síðan 2007 með styrk frá ráðuneytinu frá 2011 en sem sagt bara mjög lengi framan af þá borgum við með því eða aðrir félagsmenn greiddu niður þá þjónustu og núna var það þannig að það var lækkað framlagið fyrir árið í ár þannig að við erum það er lækkað? Já, fyrir 2 árum var það hækka tímabundið og það var ekki og þá náðum við að ráða manneski full starf en svo var það ekki endurnýjað og þar leiðandi þá gátum við ekki haldið. Finnst þér þetta skynsamlegt Guðmundur? Heldur þú að ástandi núna á leigumarkaðnum sé mun betra heldur en það var síðustu 2 ár? Nei, og er að versna hratt og við tókum einmitt eftir þessu að leigjendastöðum að draga saman í þjónustu eða svona símsvörun og þetta er mjög alvarlegt vegna þess að við erum á hverjum degi, við fáum alveg ótrúlega mikið til okkar, við erum á hverjum degi að vísa fólk í leigjendastöðuna og við reynum nú oft svona að taka þau sem að við vitum að þetta er svona fólki vantar kannski með óraskastöðning og það er eitt sem er svolítið mikilvægt að stundum og það hefur reynst drjúgt að leigjendur þekki aðeins réttindi sín og segi að séu búin að ráðfæra sig við leigjendasamtökin og það hefur dugað í ótrúlega mörgum tilvikum að sem sagt að leigusalega viti og bakvið leigjendur er bara hagsmunagæsla og þeir eru ekki þarna einir og það hefur bara dugað ótrúlega oft sko. Og annað sem við vorum í fyrra og hitti fyrra þá fórum við yfir leigusamninga stóru leigufélagana og komum með bentum á ýmislegt sem jafnvel fóru gegn lögum og var óheimilt og knúðum þannig í gegn breytingar á leigusamning. Það við höfum ekki því miður ekki tækifæri til þess að gera það núna eins mikið og við vildum hafa borð fyrir bári í því. Og þetta eru verðmæti fyrir leigjendur sem eru margfalt á við það sem að ríkið leggur til. Það eru margfalt. Algjörlega. Já, og það er eins og við vorum benda á bara núna á samfélagsmiðlum í dag er að til dæmis að 53. grein, bara gott fyrir leigjendur að vita, 53. grein húsaleigulaga sem kveður á forgangsrétt leigjenda vegna þess að það eru margir í þeirri stöðu að vera sagt upp leigun núna og missa heimili sín núna mánaðamótunum þar næstu að leigjendur hafa forgangsrétt á hinu leigða húsnæði og jafnframt að svo leigufjárhæð sem gildi vegna þess að það er mjög mikið verið að hækka húsaleigu að hún skal álitin sangjörn og það sé leigusalans að sína fram að annað. Það er ekki bara forgangsréttur, heldur sama leiga. Við erum með nákvæmlega, fengum eitt svona mál bara í gær nákvæmlega þetta að viðkomandi við fengum það reynda fyrir ári síðan og það var viðkomandi leigjandi of seinn en núna var endurnýjað og það var tilkynnt að nýta forgangsrétt sinn og
og jafnframt að hafna hækkuninni að því hann var í ósvöndin og þá nú þarf leigusalinn að sína fram á að hann ætlaði að hækka þetta leigan verðtryggð en jafnframt ætlaði hann að hækka þessi skil, núna ætlaði hann að hækka 30.000 minni mig aukalega fyrir utan verðbólgu sko. Þetta er svo yfirgengilegt. Já, ég ætlaði líka bara að því þú varst að tala þetta valda ójafnvægi milli launagreiðanda og launþega að fólk sem þarf að díla við stofnanir eins og tryggingastofnun sem við nefndum áðan og eða velferðarfyrirtæki og útlendingastofnun líka þetta til dæmis eins og TR og útlendingastofnun eru náttúrulega ekki settar upp sem þjónustustofnanir það haldið upplýsingum eins mikið og hægt til þess að fólk bara sækja ekki réttinn sín og þetta okkar tilfinning allavega sem er mjög mikið gagnrýnt og við oft verið að fundi með TR þar sem við erum að hvetja til þess að þau bera náttúrulega skyldu til þess að vera með upplýsingar og þau eru þjónustustofnun í grunninn en þær hegða sér ekki eins og þjónustustofnun ég held nú reyndar að það sé nú kannski að verða einhver smá breyting það getur verið að því þú nefndir Kærunefnd húsamála nú rétt á þann að þá höfum við núna í 4 ár krafist þess að Kærunefnd húsamála tæki líka mál á ensku eða einhverju öðru tungumáli en íslensku bara það að málum fólk sem ekki getur skrifað íslensku vísa frá náttúrulega hindrun fyrir fólk 24% af þeim sem leita til okkar í leiðindaðstofuna eru ekki með íslensku að móðumáli þannig að þetta mjög mikil hindrun og þetta yfirleitt fólki kannski sem í hvað verstri stöðu sem eru verið að brjóta mest á og þau þurfa mest á því alltaf og í 4 ár höfum við alltaf endað alla okkar fundi með ráðuneytinu með því að nú komið tími til að Kærunefnd húsamála taki við málum á öðru tungumáli heldur en íslensku. Það eru einmitt náttúrulega frjáls félagasamtök sem taka svolítið upp slakkan af þessu bara ömulega kerfi og það náttúrulega megnið af okkar þjónustu við fólk, hvað sem við fáum greitt fyrir hana frá ríki og borg eða ekki, þá þetta að við erum að leiðbeina fólki svolítið í gegnum þessa frumskóa sem að kerfið Fjórðavaktin. Já, þetta algjörlega, 4. og 5. því að við erum oft með mjög þung heimili heima fyrir. Þarna komið það svona eins og neytendavernd gagnvart stofnunum sem ekki alveg inn á þínu svæði eða ef ég kæmi kvartaði undan bráðadeildinni Nei, það þetta sko ég hef lengi haldið í fram að við ættum að taka Finnar prófuðu það fyrir 3-4 ára síðan að vera með hagsmunagæslu fyrir notendur heilbrigðiskerfis annara heldur en langtíma notenda og þeir kalli þetta í gríni hagsmunagæsla handleggsbrotina það að segja fólk sem notar kerfið einu sinni og fer svo út aftur og vegna þess að það er ekki hægt að byggja félagið vegna þess að formaður hann grær og hættir að vera handleggsbrotin það er nákvæmlega en samt sem aður eru og þeir fengu styrk í 1 ár til þess að prófa þetta og réðu lækni sem er líka lögfræðingur og var að leiðbeina fólki kerfið en líka að benda á það sem betur mátti fara þetta virkaði svo vel að þetta sparaði kerfinu svo mikið að þeir gátu réttlætt það að styðja við 4 starfsmenn í þessari hagsmunagæslu handleggsbrotina af því að þeir bættu kerfið það mikið að það bara hreinlega var sparnar og annað í þessu líka, við sjáum alltaf í fjölmiðlum það er alltaf læknar á Landspítalanum og segja, við erum alltaf lítil laun og ráðuneytið segja, við erum búin að bæta alltaf miklu fjármunum í þetta kerfi en það er enginn sem er að hugsa hvað kemur út úr þessu það er þjónustan sem er veitt hugmyndir að kerfi batni eftir því sem að notendur hafa meiri áhrif á já, og meira aðhald frá notendum eða bara rauninni það sé einhver rödd eina leiðin fyrir notendur heilbrigðiskerfisins núna er að leita til landlæknis og landlæknir tekur bara við málum ef það er einhver grunur lögbrot þannig að það er ekkert enginn sem tekur það er hurðbrotin við getum sparað hellingi í ef við lögum hana það er engin leið fyrir nokkurn að koma þeim ábendingum áleiðis Við hefum margótt bett á það var mjög gott að fá umboðsmann sjúklinga það myndi kannski létta hans á landlækni með alls konar kærur og kerfið verða betri strætófarþegar hafa bent á það okkur aldrei talað okkur það er alltaf verið að tala eitthvað svona borgarlínu og eitthvað svona það er aldrei talað við strætófarþegarna maður myndi ætla að ef þú væri með ísbúð
verður að selja ís, þú vilt heyra hvað kunnunum finnst ísinn. Þú ákveður ekki bara að gera lúgu og bara heldur áfram að búa alltaf til þinn ís. En það samt mjög sérstaklega eins og með bara heilbrigðiskerfi að neytendur, notendur kerfisins, þeir eiga rosalega það er mikið valda og óðibæi. Rosalega. Því að nú kostar líka heilmikið að fara til læknis og fara til sérgrunalæknis eða til sjúkraþjálfara eða eitthvað slíkt. Ef þú náðarsamlega kemst að. Þannig nú erum við byrjað að tala um samtök sem að vantar. Það vantar samtök, hvað kallar þetta? Hagsmunasamtök handleggsbrotina. Það vantar eitthvað samtök innflytjenda. Það eru margir hópar sem það vantar strætóferðina. Það hefur verið að stofna í kvöld félag fólks sem að býr í húsbílum niður í Laugardal. Það sem hefur verið að vísa þeim, þau hefur verið að fara út í maí og maí er á mánudaginn. Og þau verða bara að fara eitthvað með bílarnir sína og þau ætla að finna einhverja leiðir til þess að berjast fyrir sínum hagsmunum. Herðu, gangi ykkur vel bara í ykkar félögum. Sörður Harpa, Freki, Guðmundur Rafn, við Líndal, kærar þakkir. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.